það borg sem virkar rosalega á augun. Hún alveg sprengir upp augun, sko, mannlífið, þannig að, og augunum líður hvergi eins vel. Og þá ég að tala útiveru en ekki inniveru inn í bóksum eða inn í heimum, þú veist, netheimum. Og það var ótrúlega áhrif, sko, og hvernig hún hefur, þú veist, þess vegna skilur maður líka myndlista fólk farið ángað. Og hún hafði alveg svakalega svoleiðis áhrif á mig. Einmitt, ég upplifði það þarna opnuðust myndirnar. Mér finnst fyrri ljóðabækurnar að vera, sko, þar fórstu orðin. Já. Og mjög sterkt margt en svo sko bara dynja á þessar myndir frá með þessari bók sem að það var eitthvað alveg nýtt sem opnaðist sko sem að orkaði alltaf mjög sterkt á mig. Já, svo mitt fór ég var 98 svo aftur og bara í hálft ár eða eitthvað. Og þá var ég líka þá fór ég bara að gera myndasögur sko. Já. Þetta svona áhrif. Já, og líka, það er svo gott að vera á stað þar sem allur heimurinn er. Já. Allur heimurinn. Frá, þú veist, öllum raskutum heimsins og heimshornum og öllum álfum og öllum. Og allir eru þarna. Eins og í draumi, sko. Þannig að, já. En hún náttúrulega borgin, síðan þá hefur hún náttúrulega í hvert ár þegar ég fór að koma þarna hækkaði, þú veist, allt hefur hækkað og þannig að, þú veist, má muna sinn fífilfegri í hvað, þú veist, varðar, þú veist, blómlegt mannlíf. Ég sá núna rosalega mikil bjartsýni í kringum nýja borgarstjórann, Mamdani. Já. Og í gær var það líklega bara sem Nix voru að vinna NBA-körfuna fyrsta sinn í 53 ár. Já. Og í aðdragandanum og í kringum fögnuði vegna þess sem mjög hefur svo mikil áhrif, maður finnur svo fyrir henni langt út fyrir hana. Já, einmitt. Að maður veit af einhvern fögnuði á götunum yfir sigri í körfuboltaleik, en það var slagorð sem gekk í kringum leikinn var My mayor is Muslim, my bagel still Jewish. Já. The Pope is on our side og Nix var að fara að vinna hérna. Já, þetta er geggjað. Þetta er náttúrulega, þetta er nú þetta er ræðislegt. Ég tek tilbaka það sem ég sagði náttúrulega, en allavega ég var nú bara að tala hvernig hún hækkaði svo í verði, allt hækkaði í verði. Já. Nei, þessum náttúrulega kemst það náttúrulega að... Já, af því að það, já. Já, því það gengur ekki, þú veist, það er ekki hægt að hafa bara búa til heim bara fyrir eina tegund af manneskjum, sko, og þá eiga bara, hini get ekki lifað í þeim heimi, aðrir. Það bara gengur alls ekki, sko, sama hvað þau halda að það gangi. Þar ættu að koma ljóðanum, held ég, sko, eða þú veist, er ekki mér langar ekki að tala mikið, mér langar að heyri þér meira, sko, en maður þarf að, ég, sko, ég veit, hvað vil ég segja, sko, manni finnst svo þröngt stundum hvað er hægt að tala Já. Kannski almennt, en allavega á þessu landi, sko, þú veist, að bæði þetta hvernig, þú veist, eitt viðfangsefni er upp í einu sem er öllum ræðina, kannski 2 eða 3, en jafnvel þegar það er ekki tilfellið, að þá sé, sko, að þá lifum við svona við einhverja, við alveg bara, við kröfum einsleitni í gildismati og sko, athygli, bara hvert athygli fer. Já, nákvæmlega, algjörlega. Og svaka stjórnun á því, sko. Já. Sem að gerir svo, sko, að umræðan er innan í girðingu, en ekki, hún er aldrei út fyrir hana, þú veist, það er aldrei, það er verða eitthvað þrengsli, myndast, Ég tengi, sko, bara þrána í ljóðum að einhverju leyti við það, sko, alltaf löngunina til að tungumálið nái víðar. Já. En það var kannski margt líka sem er sagt í ljóðum sem er ekki einu sinni, þó að ljóðin, sko, birtist og séu lesin og maður taki við þeim og að það var ekki einfalt að stíga þaðan yfir í eitthvað, sko, eins og samtal. Nei, sömu viðfangsefni eða sömu
beitingu athyglinnar. Það ferðalega ekki fyrir rosalega langt, sko. Já, af því ljóð eru á einhvers konar dulmáli Já. sem líka einhvern veginn sem að tengist þarna þessari einhverju innri vitund líka og já, því að stundum já, svona opinbert tali náttúrulega dálítið getur verið svona ég veit ekki eiginlega hvað maður segja það, hvernig það er. Mér finnst þetta að vera svona eins og maður bara býr til og líka gildir alla listir eða þú veist, og myndlist og það og að þú ert á mörkum vöku og draumst, þú ert á mörkum, þú ert ekki í og meðvitund og meðvitundarleysi, einhvern veginn þú ert ekki í þú verður að vera einhvers staðar þarna á milli eins og þegar á sama stað og þegar maður dreymir í svefni, sko. Og þá getur þú orðað hlutina, já, það er eitthvað svona eins og í tíbrá, sko. Þetta er eiginlega eins og bara tungumál úr tíbrá, einhvern veginn þannig. Mér var líka að hugsa til við lestur sumra ljóðanna, sko, svona stereogram myndar, þrívítamyndarna sem, þú veist, sem er svona bara abstrakt form á blaði eins og þú gerir rákeiga, sko, í réttu fjarlægð frá myndinni, þú veist, að spretta fram eitthvað sko. Já. Já, það virkar þannig kring, eitthvað kringin eins og ég get ímyndað mér þessi sama kling og hann þarna í Kattan og Hattur og þannig að drekka þannig til að kemur eitthvað kling í hausinn. En mér finnst þetta klikk sem ég ímynda mér, ég veit ekki hvað klikkan er að tala um, en allavega þegar ég er að lesa ljóð eftir fólk, bara ljóðskáld, alls konar, og það fær maður svona klikk í hausinn, eins og þetta tala um þrívítin, að hún birtist og svo hverfur hún, og þetta klikk sem að ljóð ég elska þetta klikk, þú veist, sem gerist í hausnum, sem er líklega alkoholistar þekkja kannski líka samkvæmt þessu leikriti. Að drekka þangað til maður fær klikk eða að lesa ljóð þangað til maður fær klikk. En það bara eiginlega tekur minn tíma, held ég, að lesa til að fá klikk heldur en að drekka til að fá klikk. Upp á praktikinn að gera, það er ég að auglýsa þetta. Hættið að drekka og farið að lesa ljóð. Svona þyngulaust. Já, alls þyngulaust. Nei, það er alveg dástundum þegar maður er að lesa ljóð þarna, þetta sem að hrekkur eitthvað inn í hausnum á manni. Já. Það er svo mjög, já. Og svo er við svona upplifun mín að ég að lesa safnið, það sko þetta var svona einmitt leirað, þú veist, og nú bara andmælt mér ef ég er að, en sko ég upplifði, einmitt, fyrst mæti maður sko í fyrstu bókunum, orðunum með þetta, þú veist, og viðfangsefnum og athygli, einhverjum stað sem, og svo þetta sko myndmálið inn, þá, þú veist, frá með New York-segðuru sem bara, þú veist, alveg bara rosalega sterkar myndir, sko. Já, þetta fatta ég bara núna eftir að þú sagðir þetta, sko. Og svo kemur rytminin líka sem, þú veist, ég var farin að skaka mér við upplesturinn, þú veist, ég þurfti að vera hérna og nú er ég svo lélegur með titla, það var þegar kemur að við komum fram yfir aldamót, þá kom rosalega sterkur rytmi líka. Í prósaljóðum, en sko, eitthvað sem, hvort sem það viljandi eða orð, þá kom meiri, sko, komin, duttu inn út, sko, stöðlar í setningunum og takturinn í prósaljóðum var svona rosa sterkur. Já. Og þá kemur líka þessi líkamleiki. Já. Sem maður tölur í, sko, ekki bara það sem, sko, slær mann. Já, líka, já. Fær að vera í einhvern veginn dansandi, sko, í dálítinn tíma, Ég held að það verði eiginlega að vera rytmi, sko. Já. Líka í, sko, sögunum, eða, sko, prósa. Er ekki líka alltaf rytmi í prósa? Það er nú hjá þér, maður heyrir svona, það er tónn. Þetta byrjar allt með tóni. Rytmi er bara dálítið svona grundvallaratriði, líka í lífi, eða sko, hafið og hjartað og svona,
bara fótboltarytmi, eða þú veist. Í keyslunni þinni. Það mætti segja þetta séu allt bækur ástina. Já, ég held að. Ég held að mig alveg segja það, sko. Já, ég myndi segja það. Já, ég vona það, meina ég. Ég virkilega vona það, sko. Ég man, já, það var nú reyndar fyrsta bókin. Þá var ég alveg gagngert að skrifa ástina í þeirri bók. Ég ákvað það, sko. Ég skrifaði fyrsta leikritið mitt og þá var ég að skrifa, nú ætla ég að skrifa kuldann, hugsaði ég. Ég bara skrifa kuldann. Og svo þegar það var búið, þá hugsaði ég, nú ætla ég að skrifa ástina. En ég, ekki gagngert hef ég hugsað svo seinna það að skrifa gagngert ástina í hinum bókunum. Þú veist, þessi yngsta bókin sem frá 2017, þá var ég bara, já, hún er rosalega ljóða svona stúdía. Ég er að lesa rosalega mikið af ljóðum og líka, já, það má eiginlega líka segja þessar bækur sem að koma, það er líka með hina sjáðu fegurðina. Hún er rosalega mikið það sem ég er á netinu. Sjáðu fegurðina. Og þá er ég líka alveg mjög mikið, ég bara les ljóð og er bara sekk mér í ljóðin. Og mér fannst alltaf þarna, á þessum tímabilum þar sem ég tók bara þetta voru heilu veturnir, sko, sem ég tók bara í ljóð, að þá fannst mér ég vera svona meira, taka tungumálið, þú veist, eins og taka tungumálið á tilraunastofu og vera bara að skoða það með smásjá. Og þannig hugsaði þetta dálítið man ég með sjáðu fegurðina og líka hina kóngulær í sýningarglugga. Að ég væri bara algjörlega inn í tungumálinu, bara, já, eins og lítið skordýr að skoða tungumálið, einhvern veginn þannig. Bara skríð inn í það og inn það og gegnum það og undir því og öllu. Og mér fannst það líka svo, og mér hefur þótt það gott, þú veist, fyrir líka að skrifa prósa, að eignast svona tíma sem ég helga mig algjörlega tungumálinu, algjörlega. Og svo þá á sama tíma að lesa bara ljóð og ég sko, eiginlega, þú veist, ég náttúrulega, ef ég bara get byrjað á það, þú veist, þá var ég þegar ég var eitthvað svona unga eða þú veist, krakki eða þannig, og þá er náttúrulega að lesa þessi íslensku ljóð og mikið, þú veist, okkar hefð og það. En svo fer ég svolítið mikið að því ég fer til Spánar og þá er ég að lesa svolítið af þessum spænsku skáldum, bæði mest frá Spáni en líka eitthvað frá Suður-Ameríku. Og ég er líka að lesa þá höfunda þaðan og það er eiginlega það, já, svo einhvern veginn og hrifst af þeim mjög mikið og já, er svolítið í þeim alveg þarna í byrjun, sko, og íslenskum höfundum og spænskum. En svo finnst mér ég fara meira yfir í ameríska, bandaríska, seinna. Og þá er það Frank O'Hara og Emily Dickinson og hann Ginsberg og allir þessir gæjar. Og það sem ég fannst með þau Emily og hvað heitir hann, Guðmugóður, ég elska sjálfa mig. Walt Whitman. Ég var rosalega hrifin af þeim. Og ég var hrifin af einhvern ákveðinni honesty í bandarískri ljóðagerð. Og líka þessum henni, eins og Eileen Miles og vinur hennar, hvað heitir hann aftur? Hann var gay. Og líka, já, sem sko aðeins, já, þeir í kringum, það er sama tíma á Ginsberg og þeir.
og er svona rosalega honesty. Og þetta hreif mig rosalega, en ég er ekki með þetta honesty, sko, sem að þessi höfundar eru með. Ég er alls ekki með það. Ég öfunda öll skáld sem eru svona með það. Ég veit ekki, heiðarleiki er kannski ekki... Hráa, nakta... Já, svona, já. Líkamlega og sálræna... Já. Og það er það sem ég fannst þess að með Walt Whitman og Emily, þau koma með líkamann einhvern veginn inn í náttúruna sem að var ekki, mér fannst ekki eins í evrópskri, þó ég veit ekkert þetta, þú veist. Þetta er nú bara svona rosalegt riss sem ég er að segja núna. En það er svo, sko, þau eru náttúrulega í nýju landi og maður finnur nektin og maður finnur blómaangan, maður finnur þetta þunga hunang sem drýpur af trjánum, sko, sem er þyngra en í Evrópa því það er svo mikið gnægt af öllu. Og þetta er svona svo að fara aftur í paradís eða eitthvað, þú veist, því að maður líka lesið, þú veist, þegar Evrópumenn koma þarna, jesúítar og einhverjir og lýsingarnar á náttúrunni, sko. Það var allt stærra og meira heldur en í Evrópu og allt náttúrulega villt og þau eru í þessu, þú veist, og það er það sem ég finnst alveg lýsa af ljóðunum þeirra. En Emil Dickinson, ég skil hana stundum bara ekki neitt, en ég reyni samt að lesa hana og út af því að og hann Magnús Sigurðsson hefur nú þýtt hana og líka hann einhver annar ég man ekki, já það er einhver annar sem hefur þýtt hana. En allavega þá já, byrju hvað ætlaði ég að segja? Heiðarleikan líka? Já, en það var já, það var eitthvað annað sem ég ætlaði að segja. Já, einmitt, það er það sem ég ætlaði að segja, að en ég, það er þessi líkamleiki sem ég bara öfunda þau af, og líka sögunin eins og Eileen Miles, hún fer einhvern veginn öðruvísi í þetta, en þar er þetta líka. Og en allavega þá er náttúrulega búið að eyða skógunum og einhverju því, það er ekki sama magnitúta af einhverju náttúru eins og er hjá þeim á 19. öldinni. En það, já, ég ætlaði að segja með Emily að það er ótrúlegt ef maður les hana áður en maður fer að sofa, bara nokkur ljóð, og það er eiginlega, það er undantekningarlaust, þá færðu góða drauma. Nei, einhverja skrýtna drauma, þeir hafa einhvern veginn, ljóðin hennar hafa einhver svona bara mjög merkileg áhrif á draumastarfsemina. Og svo allavega þá var ég, þú veist, og það var líka með leikritin sem ég var svona hrifin af bandarískri leiklist. Ég hef ekki orðið jafn hrifin af þeim í prósanum, Norður-Ameríkunum, en mér fannst og það er eins og með Tennessee Williams og fleiri og líka, jú, ég hef nú verið hrifin af þeim líka í prósanum, en allavega þá fannst mér það svona taka við í ljóðunum að lesa þessu svona bandaríska ljóðlist, en svo fer ég að lesa svo evrópska aftur og þá sný ég mér að henni og fer að lesa hana Ingeborg Bachmann og danska og norræna og Edith Södergran, hún er rosalega þarna á bakvið ég held að já, hún er lúmst mikið á bakvið kóngulær í sýningum, en ég held að ég var byrjað að lesa hana já. Ég þarf að vaxa upp úr, sko, ég er með svona Norðurlandafóbíu, ég hef ekki ennþá, ég veit eiginlega ekkert norræna og skandinavíska höfunda, sko, og hef alltaf svona, finnst ég, þurfa að fara svona krókaleið, sko, og kannski er það svona, bara nýlendukomplex, sérstaklega, þú veist, það kemur að bara Danmörku og fleiri, sko, að þurfa að finna sjálfstæði sitt annar staðar, áður en maður getur, finnst maður að geta mætt, höfundum þeirra landa í bara, sko, sjálfráður, eiginlega, sko, ég veit ekki, þú er alltaf misjafnt hvernig fólk upplifir það, en þú eru svona, ég held að, já, allavega, þau líka, Já, sko, dönsk ljóðlist, ég elska ljóð á dönsku
Og líka á hérna þegar að lesa upp. Mér finnst reyndar mjög fallegt tungumál og þau eru svo mörg og flott og það er hún hérna Pía Taftur og Pía Júl heitin og svo það hérna hún Hán hérna Lí Langvið og fleiri og hérna og líka hvað hét hann sem að dó hann frá geggjaður það eru bara rosa mörg góð þarna og ég meðtekið sumt sko en aldrei einhvern veginn hérna þú flókið að ég veit ekki bara hérna að valsa í rýmið sko. Heyri, þú hefur ekki farið að ná debutantnámskeiðið í hérna Biskup Arnu þegar þú varst að debuta? Nei. Þau eru átt að senda þig þangað. Þá fer maður inn í eitthvað svona, ég kynntist það til dæmis Móniku Fagerholm og ég fór með Rögnu Sigurðar, við vorum sendar 87, við vorum 24 að verða 5 og við vorum 24, það breytti öllu. Nú myndi ég að segja að vera það en ekki 25. Maður aðeins meiri krakki þá. En allavega þannig krummi. Svo náttúrulega að því ég get lesið sem að rússnesku. Þá náttúrulega rússnesk ljóðskald og þá kemur núna eitt þema sem ég mun fjalla núna. Það hvernig tungumál hafa áhrif, gerð tungumáli geta haft áhrif á ljóðagerðina. Beygingar og svona og sem betur fyrir þá erum við með alls konar hljóðbreytingar, afverður, barn og svo getur við sagt börn og orðin beygjast alls konar í þessum föllum. Þetta gefur rosalega svona lit inn í ljóðagerðina og þetta ekki enskunni. Það bara kannski hægt að hafa fortíð eða þú veist jú, það nú samt einhverjar svona aðeins breytingar þarna í einhverjum fleirtölum og svona og hérna en í rússneskunni því þeir eru með fallbeygingu og svo þeir með svo ótrúlega merkilega hérna horfin í sögnunum. Þannig að þú veist alls konar fortíðir til, þú veist, búin fortíð og fortíð sem að líða eða alls konar svona. Og þetta gerir að verkum að það að ljóðin fléttast, tungumálið sjálft fléttar ljóðina svo fallegan ekkert fallegan, flott. Þannig að þau krækja ljóðin einhvern veginn saman. Tungumálagerðin sjálf, hún fléttar þau á okkur svo flottan hátt saman. Og ég búin að líka aðeins að lesa franska. Og mér langar að, þú veist, ef það eitthvað framtíð, eitthvað staðar, að þá langar mig að vera betri vera góð í fransku og rússnesku og geta orðið þýðandi á ljóðum, ekki á prósa, bara ljóðum úr þessum tungumálum. En maður á ekki að segja drauma sína uppátt, svo þeir verða ekki að neinu. Já, fatalíska ljóðið. Hendur þínar og fingur eru bjöllur sem klingja, en dag einn munu þær ekki klingja inn í mér, eins og þær hafa óteljandi sinnum gert, og þær munu ekki klingja eins og bjöllur, en grasið verður slegið með hljómi þeirra. Síðasta setningin hefur verið skrifuð áður, ég læt hana flakka eins og allt annað, ástin mín. Þennan dag horfi ég á eftir hestastóðinu, fylgist með hrífandi afturendunum sem þó og þó eru skreyttir, tagli, svona fínu, fjarlægast hús mitt. Sem verður ekki stærra en hús mitt nú, en afskekktara, eins og ævin. Þú veist hvernig sú hlið málanna þróast, ástin mín. Og ég mun sakna aftanverðra skreytinganna, en ég mun ekki hrópa á hjálp, þó þú sért ein þeirra sem fara. Þegar áttin sólarlagið, blessuð áttin sólarlagið, hvað gerir maður þá? Ég mun ekki vaka. Ég klæði mig í teppi og kannski færi teppi mér skott, heppilegt indælt skott þegar ég vakna. Skott sem skreytir það sem opnast
og neitar að lokast. Því eins og bankahólfin opnast og opnast og opnast í höndum ræningjana, þannig er ég. Ég opnast og lokast ekki. Þannig er þú opnast og lokast ekki. Á þessum tímamótum læt ég því vaxa á mig skott fyrir það sem opnast og neitar alfarið að lokast. Þú manst hvar ég las þetta ljóð fyrir þig í fyrsta sinn. Á tröppunum fyrir framan gömlu verksmiðjuna í sólarlaginu og þú full að hugsa að segja mér upp. Við höfðum sofið saman í alls 5 nætur, svona er ég góð að telja. Með ljóðinu sannaði ég einmitt fyrir þér að ég hefði vitað fyrirfram að þú væri að hugsa að segja mér upp. Þú gafst í nafnið og opnaðir augu mín fyrir rígbundnu og íhaldssömu yfirlætinu. Best að halda rígbundnu og íhaldssömu yfirlætinu eitthvað áfram. Morgninum, þegar þú ásamt hestunum yfirgefur mig, eyðir þú í skjólið þeirra og greiðir á þér hárið. Fylgist í laumi með augum mínum sem fylgjast opinskátt með þér og hárið þínu margreidda. Á meðan tagl hestana slær dökkgrænt grasið. Svo ferðu áttilega sólarlagið og ég verð að reyna allt til að þess að vakna og draga upp úr pússi mínu bjöllur sem muni klingja inn í eyrum þínum ferð þína á enda. Já. Fögnuðurinn breytist í strik í reikninginn. Næsta dag sitja þau allslaus. Fingurnir sem liggja í skálinni á borðinu minna ekki á ávexti. Úti lita börnin himininn rauðan, fjólubláan. Vindurinn litar flugdreka á himininn. Til minnis ekki borða börnin, ekki borða börnin. Þau rísa á fætur og vaða súpuna sem síðasta fréttist náði í kálfa. Eins og alþjóðasinnar boða kemur björgunarsveitin fljótt. Þangað til mála fingur sem liggja í skál fyrir sölubásinn á þriðjudag. Undirbúningur, já. Þegar stúlkan hefur plokkað rósirnar úr tungunni og þvegið gleraugu mín, gleymum ekki gleraugunum, færir hún mér klukkumert náttföt. Þú ert stúlkan mín, lofa ég, svo fylgir hún mér til rekkju. Dínu úr gaddavír stungin rótarstubbum minka, kóngulóarblá rúmföt eins og þráin, kóngulóarbláa. Reykofn, vermir hugsanirnar sem ég klæði í lauf og þræði böggulinn neyðarlitt snæri. Neðanmál, beraði fyrir framan spegilinn